statt og stöðugt og á næsta ári þá mun fara fram heljarinnar hátíð landsmót hestamanna á Hólum í Hjaltadal og framkvæmdastjóri landsmótsins Heiðar Ásgeirsson. Hann á línunni, heil og sæll. Komdu sæll. Og gleðilega hátíð. Já, sömuleiðis. Hvernig ertu búin að hafa það? Ég búin að hafa það prýðilega gott, þakka þér fyrir. Jæja, glæsilegt. Köplum svona óþarlega gott. Já. En bara fer vel okkur hérna fyrir norðan. Það frábært. Hvernig veðrið fyrir norðan? Það ósköp ljúft bara. Búið að vera bara tiltölulega rólegt. Svona miðað við hvað virðist að vera víða annars staðar, þá var það bara búið að vera gott. Já, þá væntanlega eitthvað af snjó hjá ykkur? Nei, það fyrir lítið fyrir honum. Já. Svona örlítið af klaka og einhverju slíku sem maður vildi nú losna við. Hér búið að kyngja niður snjó. Já, alla morgun. Það sé hægt að tala hér um snjó, sko. Já. En farðu varlega í hálkunni. Gerir það. Herðu, það landsmót hestamanna 2016 á Hólum í Hjaltadal. Núna forsalan í fullum gangi, ekki satt? Jú, við settum þetta alltaf stað bara strax í haust og svo hefur þetta verið svona að byggjast upp og við settum þetta þannig upp að það sett að forsöluverð núna til áramóta. Vikupassi á Hólum á 11 og 9 sem náttúrulega gjöfin ekki gjald. Já. Og þetta hefur farið mjög vel í landan og augljóslega verið í mörgum jólapökkum. Já. Og núna sé ég í miðasölunni að það svona að kikka inn þeir sem ekki fengu þetta í jólapakkana, þeir að bregðast við, sko. Jáhá. Og þeir hafa núna til áramóta til að kaupa á þessu verði. Svo hækkum við verðið svolítið áramót, höldum að sjálfsögðum að selja á fullu en hækkum verðið. Já. Og svo verður náttúrulega eins og oftast á svona viðburðum ennþá dýrar að kaupa þetta síðan í hliðinu. Þannig að nú hvet ég fólk til þess að rjúka inn á tix.is eða landsmót.is og versla þetta í áramótapartíið. Já, heldur betur. Tryggja sér miða á hvað segir maður, niðursettu verði? Já, það má segja það. Allavega mjög hagstæði verði. Já, nákvæmlega. Landsmót hestamanna á Hólum í Hjaltadal, hefur það verið haldið áður þar eða? Á næsta ári verða 50 ár síðan að það var haldið þar síðast og eina skipti sem verið haldið þar. Þannig að það svolítið skemmtilegt afmælisár. Já. Og Hólar í Hjaltadal náttúrulega að mörgu leyti svona, heimastöð hestamennskunar. Þarna háskólinn á Hólum sem að mentar okkar reykennara og tamningamenn og allt saman. Þannig að okkur finnst við svolítið vera að fara heim með hestamennskuna. Já. Heim að Hólum. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt og þarna mikil saga og auðvitað sjálfsögðu fallega náttúra. Þannig að ég held að verði frábær umgjörð þarna utan landsmót. Það búið að byggja þarna upp gríðarlega fín og flott mannvirki í viðbót við það sem að skólinn leggur til. Já. Þannig að ég held að þetta verði bara hvort. Þannig að aðstæðan er til fyrirmyndar? Aðstæðan verður alveg fyrsta flokks og við ætlum að vanda okkur alveg svakalega. Skagfirðingar og aðri sem að standa að þessu. Þetta hestamenn all land að halda þetta mót. Jú. Og við ætlum að leggja áherslu á að þetta verði fjölskylduvæn. Og við ætlum að sýndu það strax í því að lækka miðaverð til á úlingapassum. Já, ok. Svo ætlum við að breyta aðeins upp á nýjungum hérna í dagskráni, þétta svona aðeins hestadagskrána og þannig að þetta verður glæsileg hátíð og auðvitað fókusina sjálfsögðu á íslenska hestin en eins og verður eitthvað hérna fyrir alla fjölskylduna líka til að gera. Já, algjörlega. Ekki aðsóknin alltaf að verða meiri og meiri með hverju ári á þessi landsmót? Hún hefur verið svona nokkuð stöðug. Það sem að ég held að menn við séð á síðasta ári á Hellu var að það var mögulega ennþá hærra hlutfall erlendra gesta en áður. Já. Svo þetta veldur þetta alltaf eitthvað þessi blessaða aðsókn á þáttum sem við kannski stjórnum ekki alveg eins og veðri og öðru en við ætlum bara að undirbúa okkur sem best og allavega forsalan farin fram úr björtustu vonum og meiri en nokkur sinni fyrr. Þannig að það vantar ekkert upp á stemminguna hjá hestafólki og þetta auðvitað fólk bæði hérlendis og erlendis sem að rífa út þessa miða. Já. Og kannski í auknum mæli að erlendir hestamenn séu að koma. Já, það þetta gríðarlega stór hópur sérstaklega niður í Evrópu, Þýskalandi og Skandinavíu sem með íslenska hesta og þekkir íslenska hesta. Já. Og fyrir þau þetta svona bara eins og að fara til Mekka að fá að koma á landsmót. Jú. Og ekki síst á Hólum þar sem mikið þessu fólki hefur auðvitað komið hingað og lært og verið þannig að
Ég á von á fullt af erlendum gestum líka. Já, þannig að þetta verður gaman á næsta ári, þá verður akkurat slétt ár, 50 ár segi ég, frá því að síðasta landsmót var haldið á Hólum. Já, og þetta við bara ætlum að leggja allt í þetta og allir ætla að leggjast á eitt að gera þetta glæsilegan viðburð. Frábært, það er tix.is til þess að tryggja sig miða á góðu verði. Já, meðalandsmót.is, það eru líka allar upplýsingar um þetta allt saman og síðan núna fljótlega á 9 ári þá tikka inn í sölu líka sérstök stæði fyrir þá sem vilja koma og tryggja sér rafmagn í hjólísinn sinn og það allt saman. Og þannig að þetta heldur bara áfram og biður fólk að fylgjast bara vel með fréttum á 9 ári. Það er frábært. Árin ég sleppi þér, Árni, ertu sprengjuglaður á áramótunum? Svona meðal, já. Svona meðal, sko. Já, ég á dætur sem að hafa nú fram að þessu verið svolítið skelkaðar við þetta en síðast árið þá held ég að komist yfir það, þannig að ég svo verið gefið í bara svolítið þetta árið. Já, sjálfsögðu. Ég segi bara gleðilegt ár og hvetji fólk til þess að tryggja sig miða. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, hafa það gott. Bless.